Ok. Setjast. Komið sæl aftur. Þau eru sest hérna hjá okkur álitsgjafirnir okkar. Ólína Þorvarðardóttir, fyrrverandi alþingismaður. Gunnar Smári Egilsson, fjölmiðlamaður. Hulda Þórisdóttir, stjórnmálasálfræðingur og Birgir Guðmundsson, stjórnmálafræðingur. Velkomin öll sömul. Takk. Vilt þú opna þetta hérna? Já, ég bara spyr sér bara, 8 flokkar, erfitt að mynda ríkisstjórn, það að koma heilmikið annað upp á kjörkossunum en skoðanakannanir bentu til. Þetta eru í rauninni svona frekar óljós úrslit, Hulda. Já, sko, talandi skoðanakannanir, ég hef búin að kíkja á þær, gera það í morgun eins og maður gerir þegar maður eins innrættur og ég, að sko það náttúrulega voru þær að vanmeta auðvitað flokk fólksins, en það ekki víst að það hafi verið skekk í skoðanakönnunum. Það má náttúrulega hafa verið raunveruleg fylgisveifla á síðustu stundu. Já. Og það ofmátu Samfylkingu og vanmátu Framsóknarflokk. Þannig að það má vera að þarna hafa átt sér stað líka sveifla á síðustu metrunum hjá óákveðnum. Þeir í stað þess að fara á Samfylkingu hafa þau farið á Framsóknarflokkin. 8 flokkar, við sjáum 2% hærri kjörsókn enn í fyrra. Mögulega bara fundu fleiri eitthvað við hæfi. En við reynum svona að horfa á þetta í jákvæða ljósi. Auðveldara fyrir fólk að finna sér flokk. Birgir, þetta virkar eins og dálítill hrærigrautur. Það er hrærigrautur að sumu leyti, en samt svona system í galskapið held ég sko. Að þú ert svona í grunninn, sýnist mér sko, ennþá með svona blokkamyndu. Flokkakerfið greinilega gjörbreytt sko frá því sem var þegar við vorum með gamla fjórflokkinn. En samt eru svona leifar af gamla fjórflokknum sko. Erum við að tala sko 2 flokka með Miðflokkinn og Framsóknarflokkinn, eða eins og því ég var að tala við Framsóknarmenn í gær sko, þá talaði bara Framsóknarflokkana sko. Já. Og menn sem sé líta, sem sé svona bara venjulegir kjósendur sko, sem að voru í óperunni í gær og voru að ræða þetta, töluðu bara þetta sem einn flokk. Áður fyrir var talað þetta væru armar sko, í sama flokki og sama má eiginlega segja Sjálfstæðisflokkinn og Viðreisn, þannig að það sem að gerist samt sko, virðist vera að koma svolítið að það er að gamlir svona afsprengi fjórflokksins, getum við sagt, eða fjórflokkurinn í svona breyttri mynd, hann er svolítið að styrkja stöðu sína í þessum kosningum og menn eru svona aðeins minna spenntari fyrir sko nýja bruminu og öllu talinu sko fjölbreytt lýðræði sko, það er svona eins og hafi orðið aðeins sveiflað til þess að menn séu sko þrái meiri skilvirkni og eru tilbúnir að fórna aðeins sko fjölbreytileikanum. Ólína, það töluðu allir hérna áðan það að þeir eru unnið annarkvort varnarsigur eða bara hreinan sigur, en er þetta kannski bara í rauninni ákveðið tap hjá flestum? Sko, ríkisstjórnarflokkarnir náttúrulega eru búin að tapa 12 þingmönnum og einhvern tímann hefði það nú ekki vafist fyrir álitsgjöfum að koma auga á aðra eins staðreynd og það. Vinstri vængurinn svo má kalla, hann er ekki eins skýr kannski eftir þessar kosningar eins og hann hefur oft verið, en hann er að styrkja sig. VG er að styrkja sig þó að það hafi verið ofmetið í könnunum. Samfylkingin er að vinna alveg gríðarlegan sigur miðað við stöðuna eins og hún var í síðustu kosningum. En við erum að fá líka meiri fjölbreytni, við erum að fá flokk fólksins þarna inn með athyglisverða niðurstöðu og spennandi svona, ég sé marga skapandi möguleika varðandi stjórnarmyndun núna. Og mér finnst náttúrulega líka beinast við núna að það væri Vinstri grænir sem að fengju núna stjórnarmyndunarumboðið og sko að þeir þurfa ekki endilega að binda sig við það að ná svo sterkum meirihluta. Þeir eiga möguleika á því að taka alla svokölluðu vinstri flokka inn í ríkisstjórn og fá 36 þingmenn. Þeir gætu líka verið með 32 þingmenn og bætt síðan við flokki sem að styddi ríkisstjórnina óbeint. Það gæti verið flokkur sem að tæki þá við þinginu, forseta þingsins, til dæmis og stjórnaði þinginu út eitt samfellt kjörtímabil. Eða flokkur eins og flokkur fólksins sem að gæti þá fengið velferðarnefndina í þinginu, eitthvað sem að er þeim virkilega mikið hjartans mál. Þannig að menn þurfa að fara að hugsa svolítið út fyrir kassan? Já, ég held að eins og Ólafur Harðarson var að benda á í gær að það getur bara einfaldlega verið til bóta að hafa fleiri flokka en hafa stjórnina sterka, þannig að menn hafi ekki efni á því að stökkva frá borði eins og gerðist í ríkisstjórninni 2009-2013 þegar ég var í stjórnarmeirihluta. Hún var að nafninu til 2 flokkar en hún var í raun og veru 4-5.
Gunnar Smári, það hefur margir sagt svona á samfélagsmiðlum eftir nóttina að það sé hinn miðaldra karlmaður, svona íhaldsmaður sem hafi unnið þessar kosningar. Útfara konur, útfara ungt fólk og kannski einhver leyti frjálslyndið. Ertu sammála þessu? Já, það unnur náttúrulega á flokkar sem að er ekki hluti af svona identity politics tímabilsins frá hruni Sovjets að hruni nýfrjálshyggjunnar. Þetta eru flokkar eins og flokkur fólksins sem eru viðbragð við hruninu, svona í grunni til hægri flokkur sem að gera kröfu bætta velferð, svipað og UKIP í Bretlandi eða þjóðarflokkurinn í Danmörku. Þetta er flokkur sem ekki gerir, þetta er ekki sósíalistaflokkur sem gerir kröfu breytingar í samfélaginu en vill samt fá aftur meiri hlýju eða bara ábyrgð eða mennsku í samfélagi, bara stofnað gegn nýfrjálshyggjunni. Og þar leið ekki flokkur eins og Samfylkingin og Vinstri græn sem hafa verið svona eru sósíalískir flokkar grunninn en á þessu tímabili fóru að reyna að líta á sósíalismann frekar sem farveg á 20. öldinni sem að hlóðu utan þessi ýmiss konar mannréttindabaráttu og reyndu að vera það án þess að vera sósíalískir grunninn. Þetta er ólíkur flokkur. Ég veit ekki hvernig á að flokka Sigmund Davíð. Hann er náttúrulega svo sérstakur, sko. Getum við flokkað Albert Guðmundsson, hann var vinur Litlamannsins, var hann vinur Litlamannsins. Sigmundur Davíð kom inn í kosningabarátuna og hann hélt því fram að hann væri maður sem gæti búið til peninga. Ég man ekki eftir þessu, sko. Þetta er kannski einhvers staðar í Austur-Evrópu sem við finnum einhvern svona ríkan kall sem að telur sig vera með snebbi lausnir og vinnur eitthvað og erfitt að flokkan. En þetta eru flokkarnir sem að vinna á. Og þeir eru ekkert að hugsa umhverfismál, feminisma eða þau mál sem að hinir flokkarnir telja sig þurfa að hafa á dagskrá til að fá að mega vera í pólitík. Og það eru þessi flokkar sem að ávarpa annað fólk, sem við getum kallað bara verkafólk, klassískt lágstéttarfylgi Sjálfstæðisflokksins og við fengum það bara hérna beinni útsendingu í leiðtogaumræðuna þar sem að þetta fólk var í fyrsta skipti ávarpað í kosningabaráttunni, fólki sem hefur orðið undir í lífsbaráttunni og það breytti kosningunum sömu leyti. Ef vinstrið eða hægrið, klassíska hægrið, ætlar að ná aftur meirihlutastöðu þá verður að ávarpa þessi 30% af fólki sem er orðið eftir í samfélaginu. Það er kannski engin tilviljun að slagur Samfylkingarinnar var látum hjarta ráða för og síðan er Inga Sæland með þessa áferð, umhyggjuáferð. Þetta greinilega hefur talað til kjósenda. Já, það voru mikla tilfinningar á lokasprettinni, ég tekið undir það og ég held að það sé vel og að tala það bæði eftir föstudaginn og í gær í kosningasjónvarpinu og við bara sem kjósendur við hefur gott að sjá þessar tilfinningar og ástríðu. En ég held að sem við erum að sjá þessum úrslitum, það er náttúrulega ákveðið svona þetta frjálslyndi, það sannarlega var ekki sigur frjálslyndisins eins og við sáum það endurspeglast eftir kosningar 2016 sem Björt framtíð og Viðreisn náðu miklu betri árangri og Píratar heldur eru allir þessir flokkar að tapa en þannig að einhvers konar svona íhaldssemi eins og þú nefnir Egill en á hinn bóginn er þetta heldur ekki sigur við erum ekki að sjá aukna skautun eða pólariseringu. Þú veist, jú, Vinstri græn vinna þess á, en það eru þessir miðjuflokkar, það er náttúrulega miðflokkurinn og Framsókn og Samfylking, þannig að við erum heldur ekki að sjá einhvers konar svona upplausn á einhverju landslægi að allir séu bara að hópast í ólík horn. Heldur frekar fóru kjósundunni, förum eitthvað hérna á miðjuna. Þetta er næst versta niðurstaða Sjálfstæðisflokksins í hans sögu. Já, algjörlega. Þannig að og hægri vængurinn er orðinn allur kvarnaður, það er alveg nýst. Má ég skjóta aðeins inn? Við pröfum að ímynda okkur það að kannski er niðurstaða kosninganna ekki þetta þjóðin er að biðja Þegar þjóðin kemur að kosningum, þá kemur hún að hlaðborði að frekar ógirnilegu réttum. Það er enginn sem kemur þarna og segir vá, þarna er akkúrat það sem ég langar í. Langflestir koma og láta sig hafa það versta. Þannig að það sem við erum að horfa á er kannski líka það að stjórnmálunum hefur ekki tekist að endurnýja sig. Hvaða hluti stjórnmálunum hefur tekist að endurnýja sig? Það er flokkur fólksins og miðflokkur Sigmundar Davíðs. Hinir flokkarnir hafa ekki náð að endurnýja sig við stórkostlega breytta tíma.
Hulda Ég myndi einmitt segja það að við endurnýja sig mjög mikið að minnstu kosti ef þú horfir á þingmennina. Þeir hafa upp til hópa að endurnýja sig en hvort þeir hafa að endurskoða sín gildi og sín vinnubrögð. Þessum eru allir að brotna og tilstært hægri. Já, ekki Samfylkingin. Ég koma inn í þetta með ég ekki sammála því að kannski að vinstri flokkarnir hafi verið að styrkja sinni sérstaklega mikið. Það hefur verið svona tilflutningur inn á vinstri vængnum að Bjart framtíð fer hérna yfir á Samfylkinguna og svo það svona hreyfing á milli Vinstri grænna og Samfylkingarinnar mikið En ég held að það sem kannski, maður spyr sig að miðað bara ef maður horfir svona aðeins í svona lengra samhengi, það virkilega þannig að það sé hérna tilefni í svona kjördæmi í rauninni meðal kjósenda fyrir alla þessa flokka. Af hverju eru þessi flokkar svona rosalega margir orðnir og fyrir hvað standa og hvað það sem að gerast og ég held að þetta endurspeglir svolítið líka bara tíðarandan að þú ert með sem sé samfélagsmiðla sem að hafa móta á orðið sem sé samfélagið og þú ert með sem sé svona filterbubbles eða bergmálshella hér og þar, litla hópa og það ákveðin valdefling sem hefur orðið hjá kjósendum sem að gera það verkum að þeim sem sé eru ekki reiðubúnir til þess að gangi gegnum þessa svona Ég verð að stoppa þig, við erum að fara í fréttir og við komum aftur eftir örskamastund. Sæl og velkomin aftur. Við erum hérna enn með álitsgjafana okkar og höfum fengið fleiri til okkar. Velkomin, Andri Snær Magnason, rithöfundur, Sigríður Dögg Auðunsdóttir, fréttakona og Eyþór Arnalds, framkvæmdastjóri. Við ætlum að halda áfram það sem frá var horfið, það er þessar niðurstöður kosninganna. Eyþór, við byrjum á þér. Þú náttúrulega hefur starfað fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þetta sigur fyrir hann og finnst þér líka beint við að hann fari í stjórn? Mér finnst það líklegast vegna þess að þarna 8 flokkar og þarna Sjálfstæðisflokkurinn svona burðarásinn í raun og veru í útkomunni. Það hægt að mynda vinstri stjórn, tæknilega séð, en hún með mörgum ólíkum flokkum og mjög veik, þannig að ég held að það væri eðlilegra að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki annarkvort á með Framsókn og flokkunum tveimur sem að koma mjög sterkir út með 15 þingmenn eða með VG og þá öðrum flokki. Þau sátu hérna 3, Bjarni, Katrín og Sigurður Ingi saman og þau voru allar að tala nauðsyn þess að mynda breiðastjórn. Já. Og þegar ég tala breiðastjórn þá skil ég það bara sem stjórn sem spannar sviðið frá hægri yfir til vinstri. Já, ég held að það sé alveg réttur skilningur og breiðstjórn það líka að vera með meira heldur en nauman meirihluta. Ég held að menn hafa brennt sig á því að vera með einsmanns meirihluta og þess vegna held ég að þurfa að vera 35 eða eitthvað slíkt sem ætti að fá. En þetta geti reynst mjög erfið sala fyrir Katrínu í sína grasrót. Þetta eru valdaflokkarnir tveir sem er búin að halda stjórnartaumana hérna árum og áratugum saman og kannski einhvern veginn ekki endilega það sem að Vinstri grænir eru að vilja með sínum atkvæðum. Nei, þetta er ekki óskaniðurstað fyrir neitt nema kannski Flokk fólksins og að fá þetta upp úr kossunum. En ég held að menn verði bara að kyngja stoltinu og hlusta á hvað kom upp og reyna að vinna saman og ég held að menn fari bara í það verkefni. Sigríður Dögg. Þetta er erfitt fyrir alla. Já, maður spekuleir í þessu, þetta verðist vera kannski þessi helstu minnstu, það er annars vegar 5 flokka vinstri stjórn eða þá einhver stjórn þarna hugsanlega yfir miðjuna eða já, Sjálfstæðisflokkurinn með, nú erum við farin að tala Framsóknarflokkana. Katrín talaði svolítið í nótt hans mér þegar var svona leit út fyrir að stjórnarandstaðan myndi ekki ná að halda, ná meirihluta, að það var alltaf hennar óskar staða. Hún líka talað svolítið þannig aðdraganda þessara kosninga. Svo kemur það í ljós í morgun þegar síðustu tölur komnar að þau geta náð meirihluta. Þannig að mér finnst mjög líklegt að þessi flokkar byrja að tala saman. Það er náttúrulega miklu lengra þó að það má alveg halda því fram að Vinstri grænir og Sjálfstæðisflokkurinn sé að mörguleyti mjög líkur flokkur. Þá svona hvað var það skattamál sem hafa verið að höggva svo mikið í hvort annað núna í aðdragandakosningana, það verður svolítið erfitt. En ef að staðan er svona flókin eins og hún er núna, þá er alltaf hægt að segja bara að þetta var eina stjórnin sem var hægt að mynda og setla þannig þessu óánægju raddir í grasrótinni sem vilja ekki vinna svona langt til hægri annars vegar og langt til vinstri hins vegar. Þannig að ég held að sé alveg möguleiki að báðir þessi möguleika sé í skoðun, minnst það bara eðlilegt. Þetta er mjög, segjum VG, Sjálfstæðisflokkur, Framsókn, þetta er mjög landsbyggðargýruð stjórn og mér segja það sem kemur einhvern veginn upp úr kjörkassanum er að landsbyggðin,
það er mikið af landsbyggðarfólki sem að koma inn og þú sérð við sjáum hvernig til dæmis misvægi atkvæði er að skekkja svolítið mikið niðurstöðu þessar kosningar. Og þetta sést til dæmis mjög vel í því hvernig Viðreisn að koma út. Þeir eru frekar sterkir 10% í Reykjavík en allt niður í 2% út á landsbyggðinu og maður heyrði það bara á þeim í morgun og í nótt að það var mikil vonbrigði og ég held að þau kannski ekki jafnvel átta sig á því að það væri svona rosalega mikill munur á stuðningi við þau eftir í En svo náttúrulega bara beinlíst misvægi atkvæði, það er það að Framsókn að fara inn með minna fylgi en Samfylkingin en talsvert minna fylgi Samfylkingin en fleiri þingmenn. Það gildir náttúrulega líka miðflokkinn þannig að það er alltaf þannig Þetta er komið alveg upp í þetta má fara upp í 2 á móti 1 ef þetta fer yfir 2 á móti 1 þá skal þetta leiðrétt fækkar þingmönnum í norðvestur og þetta En það er önnur niðurstaða sem er að koma út úr þessum kosningum sem ég finnst menn ekki alveg hafa tekið eftir og hún er sú að það var í raun og veru kosið áherslur fráfarandi ríkisstjórnarflokka í því fjárlagafrumvarpi sem var lagt fram núna rétt fyrir kosningar og talað fyrir. Það voru velferðarmálin, það var innviðauppbyggingin, það voru mál sem að lutu að öldruðum og öryrkjum. Þetta voru kosningamálin, þarna sýndu stjórnarflokkarnir ætlun sína í þeim málaflokkum sem að olli mikilli óánægju. Núna hafa þessi ríkisstjórnarflokkar tapað 12 þingmönnum. Þetta er málefnaleg niðurstaða af þessum kosningum og gleymum því heldur ekki að því hér var það bara fyrsta fréttin að Sjálfstæðisflokkurinn væri stærsti flokkurinn í landinu. Þegar það er orðin frétt, þá er illa komið fyrir Sjálfstæðisflokknum. Ég tek alveg undir þetta einhver leyti að þetta fjárlagafrumvarp sem var lagt fram núna í haust og þessi fjármálaáætlun, 3 ára áætlun, lagði náttúrulega línurnar fyrir það sem þessir 3 flokkar ætluðu að gera. Það var náttúrulega ákveðin málamiðlun þar inni en mér fannst þessi fjármálaáætlun og þessi fjárlög alls ekkert í samræmi við þau lofur sem þessi flokkar gáfu fyrir síðustu kosningar fyrir bara ári síðan. Þess vegna finnst mér kannski hluta af skýringunni vera þá að þessir flokkar fá svona slæma útreið í þessum kosningum á vissu marki er að það er svolítið erfitt að vera búin að leggja fram fjárlagafrumvarp og koma svo með einhverjar aðrar hugmyndir og segja sér að gera þær eins og í heilbrigðismálum. Það er náttúrulega alltaf þetta sterka ákall að bæta velferðarkerfið og bæta heilbrigðiskerfið og einhvern veginn skilur maður ekki að sé hægt að mynda ríkisstjórn núna án þess að það sé bara númer 1, 2 og 3. Ég minna á að ríkisstjórnin var búin að missa fylgið bara leiðum var mynduð. Þetta var óvinsasta ríkisstjórn sögunar, hún endaði með lægra fylgi heldur en hrunstjórnin og Icesave-stjórnin og Panama-stjórnin á sínum mestu svæðum. Þannig að þjóðin var búin að hafna stefnu þessar ríkisstjórnar. En það var alveg fáránlegt að búa til nýja stjórn sem væri með meira og minna sömu stefnu. Því að ef eitthvað var hafnað í kosningunum, þá var það stefna síðustu ríkisstjórnar, mestu hægri stjórnar sögunar. Þessi ríkisstjórn er náttúrulega kolfallin og var fallin fyrir kosningarnar og ég held að menn hafa átt að segja á því að margt af því sem var inn í þessum áætlunum var ekki gott eða rétt og Sjálfstæðisflokkurinn hefur bakkað til dæmis út úr ýmsum málum sem voru þarna inni, bæði einstakir þingmenn og forystan í aðdraganda kosninganna. Þannig að menn fara með allt hætti inn í þetta og þeir sem töpuðu mest eru náttúrulega Björt Framtíð sem slítu þessi ríkisstjórn og það er dálítið sérstakt. En hún var búin að tapa á því að vera í henni áður. Hún tapaði bara í janúar. Og það má líka minna á það að það hefur aldrei verið lífvænlegt fyrir nokkurn félagshyggjuflokk að fara í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks. Það er alltaf endað með óskum. En það er náttúrulega sá sem tapar stærst í þessu kosningu fyrir Björt Framtíð er bara fjármálaráðherrann sjálfur sem að nær varla upp í alþýðufylkingar fylgi þarna í sínu kjördæmi, Hulda. Já, mér langar að koma inn á það sem að Eyþór var að segja með að Björt Framtíð tapar og það er athyglisvert. Þau náttúrulega reyndu að selja sig í þessari baráttu á því að við fylgdum okkar prinsipum. Það er greinilega bara engin salur fyrir því sem er svolítið athyglisverð svona þverstæða meðal íslenskra kjósenda. Við erum að biðja meiri heiðarleika og gegnsæi í íslensku stjórnmálum en síðan þegar Björt Framtíð gerir það sem hún gerir þá er henni algjörlega refsað af því það er líka hitt sem við erum á móti og það er það sem er þvert algjörlega á málefnin og það er þessi ósk stöðuleika. Nú verðum við náttúrulega bara að fá ríkisstjórn sem er með pólitískan stöðuleika. Þetta er náttúrulega hinn langvarandi afleiðingar hrunsins og þá held ég að fólk er að vonast eftir þessu samtali sem vorum að vonast til að fá síðast. Flóknar stjórnarmyndunarviðræður að þær myndi kalla á samstarf og svona hugmyndafræðilegar vangaveltur eins og Kristrún Heimi sagði hér í gær
hvað stjórnarkreppa, hvernig leysum við hana? Kannski kemur Guðni forseti núna sterkur inn og ræðir þessi mál við þegar hann veitir stjórnarmyndunarumboðið, en þetta auðvitað hinn skýra krafa og ná auðvitað þessi nefnið heilbrigðismálin og svo framvegis. Það er náttúrulega merkilegt að það myndi kannski reyna á sköpunargáfu og vit og þekkingu forsetans meira en áður. Já, mögulega, svona í þessu eintali við forystumennina. Ég held að það sem eitt sem getur verið að koma upp úr þessu núna, sko, til dæmis, svona fyrir bara eins og samsteypu minnihlutastjórnir, eins og við þekkjum. Það eru nokkri flokkar sem sé, Ólína var svona aðeins að tala sem sé að flokkur fólksins gæti fengið velferðarnefnd eitthvað slíkt ef þau væru með, en menn gætu sem sé sko verið með miklu breiðar og fleiri flokka með, þó þau séu ekki allir í þessu sama mynstri eins og hefur verið, að þau séu sko með ráðherrastól og svona formlegu hluti af ríkisstjórninni. Það væri svona kannski dálítið skemmtileg skleið. Andri Snær, þú varst bjartsýnn á Facebook í morgun, sagðir þetta yrði allt í lagi og sást fyrir þér svona vinstri miðju stjórn einhverja? Mér finnst þetta allt svo mikið kaos í gærkvöldi og í rauninni gegnum allar þessar kosningar. Það var að fara út í eitthvað rugl, fannst mér, og það er svona svolítið engin niðurstaða. Og sá engan svona skýra mynd, en svo hugsaði ég bara, borgin gengur ágætlega. Fólki gengur vel að vinna saman, það eru margir flokkar þar. Lilja með breiða tilhöfðun hjá Framsóknarflokknum, það ekki lengur þessi polariseraði Framsóknarflokkur sem var áður. Eða ef að Framsókn, VG, Samfylking, jafnvel Viðreisn og Píratar mynda stjórn, ég held að það geti alveg hangið og geti jafnvel verið bara nokkuð breið tilhöfðun og ég sé ekki að það þurfa að vera eitthvað svona neinir stórir punktar sem að þurfa að steita á þar. Þannig að þessi svona nýja framsókn eða framsókn sem stendur eftir að hópurinn fór, að þessi flokkur sé núna orðinn fýsilegu kostur fyrir Þetta svona dálítið vinstri stjórn með smá framsókn og síðan svona sjálfstæðislæt þarna. Það geta alveg verið bara eitthvað sem er mjög erfitt fyrir fólk að vera illa við. Það er merkilegt að upplifa hvað vinstrimenn eru orðnir skortnir í Framsókn eftir að Sigmundur fór. Ég hef ekki heyrt talað svona vel Framsóknarflokki síðan Steingrímur Hermannsson var þar hérna á Eitt var með Framsóknarflokkina og þegar þú varst að tala nýja Framsókn. Það er áhugavert að sjá þessa kynja hlutöllin í þingflokkunum líka núna eftir þessar niðurstöður. Að Framsóknarflokkurinn kemur þar með hæsta hlutfall kvenna. Ég held þetta sé 80 og eitthvað %. Það eru 6, mann ekki alveg hvernig það var 80% konur, en sá sem kemur verst út miðflokkurinn með 13% konur. Þannig að virðist sem bara kallarnir hafi farið úr Framsóknarflokknum yfir í miðflokkinn og búið sér fram þar og fengið náð kosningu. Aðrir flokkar eru, þessi tveir nýju flokkar, miðflokkurinn og flokkur fólksins, eru með 25% kvenna í þingflokkunum sínum. Aðrir eru jafnari, Viðreisn einu flokkurinn sem er 50-50, en athyglisvert að einmitt að sjá þetta, þessi tveir nýju flokkar, þeir eru með enga áherslu virðist vera á jafnréttismál, en ná samt svona óvæntum úrslitum. Við horfum á þess að fá út úr þessu kosningum, eins og Andri var að tala hvað við lesum út úr þessu, þá er það alveg klárt að það er ekki vinstri bylgja, því að vinstri flokkarnir voru að mælast mun meira hérna í könnunum, en niðurstaðan var önnur. Og vinstri flokkarnir tveir sem mynduðu vinstri stjórnina 2009, þeir eru að fá miklu minna fylgi, heldur en Framsóknarflokkarnir og Sjálfstæðisflokkurinn til dæmis, ef við horfum á það þannig. Og það sem gerist það að landsbyggðin kemur greiðlega sterk inn og það fjölgar röddum á þingi, raddir fólksins sem voru nú þarna út á torgi eru svolítið komnar inn. Guðmundur Kristinn Ingi sem satt úti á Austurvelli í árum saman, hann er komin inn í salinn núna að mótmæla. En gleymum við samt ekki að fjórflokkurinn, ef við klára þetta, bara fjórflokkurinn er orðinn að áttfætlu, en ákallið sem við sjáum svolítið út úr þessu samt að fólk vil meiri stöðuleika. Ég skal andmæla þessu. Ef fólk var að biðja meiri stöðuleika, þá hefði það kosið eitthvað stóru flokkunum. En það er ekki að gera það. Frá hruni hefur fólk verið að biðja allt annað en stöðuleika, verið að biðja breytingar. Fyrst hallaði sér á gömlu vinstriflokkunum 2009, svo fór það að vera á Sigmund Davíð 2013 með töfralausnir. Og aftur núna? Nei, síðan fór það með eitthvað svona Macron, eitthvað frjálslinda. Það fór nú með Pírötum líka. Já, með Pírötum. Og núna koma þeir og raunverulega allir hefðbundnu flokkarnir fá á kjaftinn, en tveir nýju flokkar komin á þing. Þannig að almenningur er alltaf að biðja einhverja breytingar, en stjórnmálaflokkarnir svara því ekki. Það er vandamálið. Framsóknarflokkurinn fær 15 þingmenn.
með þessum tveimur flokkum. Já, en sko gleymum því nú heldur ekki að bæði Vinstri grænir og Samfylkingin að styrkja stöðu sína alveg gríðarlega í þessum kosningum og að því að sko, já en kannanir eru ekki kosningar. Kosningarnar eru alltaf hinn endanlega marktæka könnun. En þetta samt ekki nema samanlagt 30%. Já, sko, já. Og reynir sér innan við það. En við verðum samt að horfast í augu við það, þetta eru svolítið nýjir tímar í stjórnmálum og alveg svo Gunnar Smári segir, þá er búið að vera ákall frá kjósendum æði lengi svolítið aðra nálgun í stjórnmálunum og þessi niðurstaða býður einmitt upp á það. Þannig að ég sé ekkert nema skapandi kosti við fjölda flokka á Alþingi Íslendinga núna. Nýju flokkarnir eru Sigmundur Davíð og Inga Snæland. Ég tek undir það að þetta sko ég enda mér til að efsa kjósendur sko sem heild kalla eftir ykkur, fólki kalla eftir ykkur, þannig að bara hver og einn sem tekur sína ákvörðun og það er svona erfitt að tala um þetta sem ákall fólksins. En ég sammála þessu, þetta býður mögulega, sko nú er kannski full reynt að skipta inn á út af. Það er búið að vera mjög, eins og við erum búin að tala um hérna, miklar mannaskiptingar á þingi. En nú er lag að mögulega sko hegðun fólks ákvarðast af persónuleika þess og aðstæðunum sem það er í, ekki satt. Og kannski er ekki nógu mikið búið að breyta aðstæðunum sem fólk er í. Nú er lag til að vinna með það. Þá mögulega með stjórn sem spanna frá hægri til vinstri, dregur þá úr mögulega polariseringu sem er að eiga sér stað hérna minnst okkar í umræðinni, kemur í veg fyrir að við upplifum hluti eins og Bandaríkin eru að upplifa svona öfluga polariseringu. Svo er annað sem að 8 flokkar á þingi mögulega svona ófyrirséðar afleiðingar kannski að það eru minni þingflokkar. Það er færri aðilar til að kynna sér málin, getur verið erfiðara fyrir flokkana til að vinna skilvirkt á þingi og setja sig inn í öll mál. Það er frægt að Píratar sagði við erum bara svo fá, við náum ekki að setja okkur inn í. Og Björt framtíð alveg stórkostlega vandræðin í síðustu kosningu að því þeir höfðu bara ekkert. Kannski þeir eru að samstarf milli flokkanna. Ef þeir bera gæfi til Flokkarnir á þess. þingi geta líka leita samstarfs út fyrir þingið. Þeir geta leita samstarf í verkalýðshreyfinguna, inn í alls konar félagsamtök, þeir geta orðið endurnýtt fulltrúalýðræði, verða fulltrúar fyrir eitthvað annað en eigin hugmyndar hvað almenningur vill. Það er það sem er að drepa stjórnmálið, þau eru bara lost in space. En Andri, þú ert nú maður sem er velt mikið fyrir skapandi hugsun, að þessi möguleiki að koma eitthvað svona skapandi út úr þessu. Pólitísk Í gær einhvern veginn hugsaði maður þetta er bara vandræði, þetta eru bara vandræði. Mér fannst ég held til dæmis bara hvert út á við og svona í samtímanum að þessir framsóknar og sjálfstæðisflokkar með 25%, 13 til 25% af kvenþingmönnum, það gengur ekkert upp 2017 sko. Og þau skilaboð síðan út í heim héðan, þau ganga heldur ekki. Það er búið að vera allt of hrikari pressa þessa fulltrúa og þetta, þannig að það verður að vera mjög gagngerð breyting, sérstaklega ef þessi kosningar kom upp úr ofbeldisumræðu og þessari MeToo-bylgju og öllu þessu kvennabylgju, að það kom einhver svona karlastjórn, það virkar ekki. En þetta skilar sér ekkert og það er nefnilega merkilegt að sko ríkisstjórnir eru að springa hérna út af málum, stórum málum eða einhverju sem við upplifum sem stór mál, en síðan verða það ekkert aðalatriðin í kosningunum sem eru síðan haldnar. Þá fyrir við að tala um eitthvað allt annað, þá fyrir við bara að tala um hérna vexti. Það er mjög skýr kvennameirihluti á þingi. Það er það. Það er mjög skýr meirihluti. Eina máli sem var ekki farið í núna var kvótamáli. Þú sér fyrir þér svona einhverja feministka stjórn? Illu heilli. Ég meina, þú sér hvernig Þorgerður talar, þú ert með Katrínu og Lilju og síðan Samfylkinguna, að þetta eru allt flokkar sem eru mjög samhljóða í þessum málaflokkum. Og það munir bara að gefa strákunum frí? Ég sé fyrir mér svona mjög þungan minnihluta á næsta þingi, svona þungan, svona reiðir kallar. Það er alveg möguleiki að MeToo og þetta hafi skipt máli, en það skiptir auðvitað ekki alla máli. En þá sem þetta skiptir máli, þeir kjósa þá til samræmis og þau atkvæði fara þá á þessa flokka sem gefa sig út fyrir jafnrétti. En síðan er líka spurði örugglega fullt af fólki sem þetta skiptir mjög miklu máli, en síðan er bara annað sem skiptir ennþá meira máli. Kosningin snýrist skattamál, hún snýrist ekki stjórnarflokkinn. Meira segja, Benedikt komst klaufulega orðið varðandi þá og sagði þetta. En á endanum þá breyttist staðan frá skoðanakönnunum meðal annars vegna þess að það var fjallað um skattamál. Sjálfstæðisflokkurinn tókst að koma skattamál. Og ég held að skoðanakannarnar hafi ekki verið vitlausar. Ég held að þær
hafi endurspeglað hvernig ástandi var og VG var með 30%, en á endanum þá fór þetta svona. En það er rosalegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn ef þessar kosningar snerist efnahagsmál og við erum í mesta góðar í sögurnar og flokkurinn að slefa með sama og eftir hrun. Það er gott að þú ráður að Sjálfstæðisflokkinn. Hvað hefur gerst fyrir flokkinn? Mér langar svolítið að klára þetta, er það ekki rétt þannig með kannski að spyrja hvernig kosningabaráttan var og það á eftir að verða umræðu það hvernig kosningabaráttan var háð og þessar nafnlausu auglýsingar og ég meina, var þetta skítug kosningabaráttan? Við erum að sjá líka sko samtök fyrir utan stjórnmálaflokkana sjálfa, þetta er svolítið svona amerískt, sem að koma og auglýsa ekki nafni flokkana, heldur svona þeim til stuðnings en utanfrá. Það eru náttúrulega stofnuð af stjórnmálaflokkunum, þetta eru náttúrulega leyniherdeldir stjórnmálaflokkana hlýtur að vera. Það þarf ekki vera. Nei, það er nú ekki... Mig grunar það, ég held að það sé ekki svo. En það er væntanlega umræðan sem hlýtur að það hljóta vakna, hverju hagnast á þessari? Og líka svolítið hvað afleiðingar hefur þetta? Er þetta virkilega að fæla fólk frá því að kjósa þennan flokk sem þetta er beint gegn? Eða er þetta að fæla fólk frá því að kjósa almennt vegna þess að það finnur ekki neitt annað í staðinn? Því miður það þannig að reynslan hefur sýnt til dæmis í Bandaríkjunum að neikvæðar auglýsingar virka betur en jákvæðar. Það er mjög leiðilegt. Þetta er svo skattakarl að var ekki bara auglýsingar, þetta er líka neikvæðar fréttir, selja meira. If it doesn't bleed, it won't lead, segir Los Angeles. Og þess vegna er slúðpressa, gulapressa, neikvæðarpressa og ráðist á mannin þegar að boltinn það er ekki nóg bara að ráðast og tala um nafnlausu auglýsingarnar, heldur eru umræðan í heild rosalega ræti. Birgir, hvað segir þú? Ég held að þetta sé nú skiptir dálítið miklu máli bara hvernig þetta er gert, sko. Þetta er líka, ef þetta er gert, sko, með passa sig að fara ekki yfir striki. Ég meina, heyrið það að menn talaði, Bjarni talaði um það áðan, sko, að menn hefðu farið yfir striki, sko. En ef menn ná að komast upp að strikinu og halda sig svona, sko, þetta er þetta bara svona tæknilegt. En þetta er auðvitað bara hluti af því sem að gerist með, sem sé, þegar þú komið með alla þessa samfélagsmiðla, eða þessa samfélagsmiðla sem bjóða upp á að það að hver og einn getur farið þarna inn í þetta, að þá getur að haft þessi, sko, þetta er auðveldara heldur en það var og auðveldara að gera þetta þá einu eins og ég segi nafnir. Mér finnst þetta óþægilegt, það sem mér finnst kannski óþægilegt í þessu er ekki sjálfur auglýsingarnar, það er að vita ekki hverjir standa bak við því og vita ekki hver borgar brúsann. Það er það sem er kannski vandinn við þetta. Og þetta er svona hjáleið fram hjá lögum. Þetta var í fyrra og virkaði fyrir Sjálfstæðisflokkinn í fyrra og kosningar er svolítið eins og Eurovision, það leika allir sko sigurlagi frá því fyrra. Þess vegna er bara hættan við að þetta haldi bara áfram og vaxi. En menn posta náttúrulega inn á, þetta er alveg nýr veruleiki að við vitum í raun ekkert hvernig kosningabaráttan fór fram. Nei. Yfirleitt gat maður flett mokkanum eða horft í sjónvarpi og þá vissi maður hver var að spreða. En ég veit ekkert hvað mamma sá sinni tímalínu á Facebook eða Siggi frændi fyrir norðan, ég hef ekki hugmynd um það. Sonur minn var að skoða sko skákdæmi á YouTube og þar voru að glumdu alveg auglýsingarnar stöðu. Og það ekki allt í einu, já, þarna er þetta allt að gera. Og þetta er búið að fá 10.000 áhorfar. Miklu fleiri heldur en í fyrra. Þetta er yfir 100.000 núna þessar auglýsingar meðan það var kannski 10.000 í fyrra. Og það sem þetta gerir, rannsóknir sína, þetta dregur úr kjörsókn og þegar þetta er inn á samfélagsmiðlum, er inn á YouTube, þá fer þetta náttúrulega unga fólki og þá dregur mögulega, við sjáum að mjög mikið aldurstenging dregur úr kjörsókn, stuðningi við vinstriflokkana. En hún var reynda betri í kjörsóknin núna? Hún er 2% betri, en þetta er náttúrulega grefið undan, ég leyfi mér að fullera þetta graf undan lýðræðinu, svona auglýsingar. Þetta kæfir náttúrulega líka alltaf eðlilega umræðu og skekkir svo málefna umræðu sem þarf að vera grundvöllur þess að fólk geti tekið upplýstar ákvarðanir í kjörklefanum. Við erum alltaf að auglýsa eftir kurteisum stjórnmálum að einhverju leyti en ég hræddur okkur verði ekki óskokkar næstu árin að það einmitt muni frekar fara í hináttina. Það hætti því. Það sem er kannski líka svona svolítið ógnandi við þetta er þessi möguleiki á markhópa sem sé miðun eða hvað maður að segja. Þú beinir þessu að tilteknu markhópum, þú beinir þessu að ungu fólki, beinir þessu að landsbyggðarfólki eða borgarfólki eða hvernig sem það er. Og þú hefur mismunandi skilaboð, já, og hinir sjá það ekki. Nú ætla ég að gera svona svolítið eins og hún Þóra þarna dag. Hver heldur þið að verði hver heldur þið að verði forsætisráðherra? Ég vona að Katrín Jakobsdóttir verði forsætisráðherra. Ég vona það. Gunnar. Veldur hver og heldur. Sigurður Ingi, Eyþór. Ég ætla ekki að spá það. Ég held að verði hins vegar góð stjórn. Mér finnst erfitt að spá óorðna hluti. Það er bara þannig. Mér finnst mjög líklegt að Bjarni verði það áfram, sko. Sigga. Ég þori ekki svara sig. Ég byrði á Köttu. Þú ætlar bara við okkur? Já. Ok.
En þetta er ekki sem sé óska, þú er að stilla því upp sko, þetta er bara sem er að reyna að leggja eitthvað mat á það sko. Við komumst ekki lengra með þetta, takk öll kærlega fyrir komuna. Við ætlum að fá til okkar nokkra nýja þingmenn hér bara að vörmu spori.